út í kennslu, við tölum bara að fara í skóginn. Og við erum að fara núna inn í 3. veturinn. Það sem þetta í gangi. Við erum búin að vera 3 sumur og 2 vetur. Og þar farið, sem sagt, það farið 34 tíma á dag, einn hópur. Þau hópur fyrir einu sinni í viku. Þau eru 34 tíma út í skóginn, borða hádegismat og heitan hádegismat og eru síðan bara í leik út í skógi í 4 tíma í öllum veðrum. Og við nýttum skógræktina í Stykkishólmi, en nýræktina. Og það þótti svona öðruvísi veðurkerfi, við erum í miklu meira skjóli og það rosalega mikið umhverfið þar sem býður upp á leik. Það er spennandi það til. Þetta byggt á uppeldisfræði sem þróaðist mikið í Skandinavíu, sem tekinn út upp í Bretlandi og ég reyna að draga svona fræðin saman í einhverja litla punkta sem koma þarna í svona grænumrömmum. En hugsunin að þetta sé langtímaferli, að í staðinn fyrir að fara í heimsókn í eitt skipti á þetta stað og komur aftur og aftur og aftur og þú sér það að byrja að verða til eitthvað svona tengslamyndun og þekking á staðnum og börnin umgangast og leika sér og eru í samspili við náttúruna á viðkomandi stað á allt öðrum forsendum þegar þeir koma þar endurtekið. Og maður sér það mjög greinilega þegar maður fer með krakkana aftur og aftur og aftur á sama staðinn. Það hefur sýnt sig og það er til haldgóðar rannsóknir á því að börn sem fá tækifæri til að vera í útikennslu í lengri tíma og rannsóknirnar sem ég var að skoða náði yfir 10 vikur, þannig að börnin komið 10 sinnum á sama staðinn, þá voru þeir farin að sýna allt öðruvísi hegðun og tengslamyndir við staðinn heldur en annar staðar. Meiri dýpt, aukna hreyfifærni og kunnáttu og þessi jákvæðu áhrif bera þau líka með sér yfir í annað umhverfi. Þannig að það kemur inn í skólan í allt annað starf börn sem að hafa til dæmis meiri hreyfifærni og betri samskiptafærni heldur en hjá viðmiðunarhóp sem að fór ekki út í kennslu. Maður sér það líka mjög greinilega að til dæmis þegar ég fer með fyrsta hóp á haustinn þá eru það oft 4 ára börn og þau halda ekki jafnvægi. Það er vön bara þessu manngerðar umhverfi þar sem allt er búið til fyrir þig, allt er búið slétt og þau koma og eru að labba í þúfum og steinum og það eru rætur og alls konar á göngustígunum og þau bara halda ekki jafnvægi. Og svo þegar þeir eru nokkuð góð að fara að hlaupa og þá bara detta þau á hausinn. Og þetta breytist strax á 4 vikum. Líka hlutir eins og bara þrek, að við erum miklu fljótari að labba þennan rúma kílómetra upp í nýrækt eftir 4 vikur heldur en fyrstu vikuna. Það er allt annað að labba með krökkunum, þau byggja upp þrek og svona rýmisgreind og jafnvægi og grófhreyfifærni á bara mjög stuttum tíma þannig að þú sjáir mjög greinilega mun á þig. Svo lauma ég einu svona tilvitnurum í uppáhaldsbækurnar mínar. Ég setti nokkra bækur hérna á borð sem bara rosa gaman til að skoða. Ég ætla að tala nokkra hérna eftir. Eina af þeim þessi hérna, Last Child in the Woods, sem var skrifuð cirka 2004 held ég og var dálítið svona uppvakning á því að það gæti verið hollt og jafnvel nauðsynlegt fyrir börn að umgangast náttúruna. Hún skrifið í Bandaríkjunum þar sem að voru oft börn sem að fóru bara ekkert út í náttúruna. Það var engin náttúra nálægt, engin leiksvæði, útileiksvæði nálægt eða neitt þannig. En hún var kveikja af rosalega mörgum
rannsóknum. Þessi bók byggð rosalega mikið á rannsóknum á áhrifum náttúrunnar á fullorðið fólk, af því að það voru einu rannsóknirnar sem voru til þá. En á þessum 15 árum síðan þá var það ákveðin svona vakning og það farið að rannsaka og skoða miklu betur áhrif náttúrunnar á börn heldur en var gert, og það samræmast nokkurn veginn því sem að kemur fram í þessari bók. Þessi tilvitnun í Wendelberry finnst mér góð af því að það skiptir máli hvað við erum að gera með börnum. Það mótar okkur á rosalega djúpstæðan hátt. Maður heyrir stundum, sérstaklega með leikskólann, ég man ekkert hvað ég var að gera í leikskóla. Þannig að augljóslega þá skiptir það engu máli af því að ég bara man ekkert eftir því. Og ég sjálfur, ég man voðalega lítið eftir mínum leikskólaárum. Ég get ekki nefnt einn kennara sem var með mér eða hvað ég var að gera sérstaklega. En það ákveðin gildi og viðmið sem að mótast innra með okkur á þessum tíma, og það situr eftir. Og í rannsóknum til dæmis á gildum, hvaða gildi tökum við til greina þegar við erum að móta okkur afstöðu í lífinu, og þannig gildi eins og kærleik eða öryggi eða hvað gildi nota ég. Eitt af því sem að mótar gildi okkar hvað mest er hvað við eyddum miklum tíma úti þegar við vorum börn. Númer 2 var háskólamenntun. Háskólamenntun mótar gildið inn á fullorðinsárum mjög mikið, en meira heldur en háskólamenntun. Það voru gildi okkar mótuð af því hvað við eyddum miklum tíma úti sem börn. Þetta alveg stórmerkileg niðurstaða, finnst mér. Við runum að jákvæðu sambandi við náttúruna í gegnum beina reynslu, og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að börn fái tækifæri til þess að upplifa náttúruna beint á eigin skinni. Við erum rosalega mikið í því að segja börnum frá eða miðla upplýsingum til þeirra gegnum einhvern markmiðlun eða segja þeir frá því. Það er bara tilfellið að rosalega mörg börn í heiminum að upplifa veruleikann í gegnum sjónvarp, tölvu eða eitthvað álíka. En við fáum allt öðruvísi tilfinningu og tengingu fyrir veruleikanum í gegnum beina reynslu frekar en afleita reynslu. Og allir myndað einu sem við þurfum að gera, það er að tálka. Sem er rosalega gott dæmi beina reynslu. Það er gert, öryggið er haft algjörlega í fyrirrúmi og börnin fá hníf í hendurnar, en þau þurfa að vera í öryggisvettling, þau læra ákveðna tækni og það er að fylgjast með þeim allan tíma. En eitt af því sem að gerist þegar þau byrja að tálka er að þau fara að pæla í spýtunni sem þau eru með í handunum. Þau fara að sjá línur inn í spýtunni, það að spyrja af hverju er strik og línur inn í spýtunni og hvað er þetta sem við erum að tálka af, hvað er börkur, hvernig virkar hann, af hverju dettur hann af. Og þá fyrir maður að tala hvernig tré vaxa og hvernig þau mótast og að tálka, það er ekki bara það að flysja börkin af einhverju spýtu og búa til smá odd. Þú ert að umgangast þarna efni við með beinni reynslu, einhverja spýtu sem þú fannst á skógabotninum, og þetta setur þig inn í samhengi af bara rosalega stóru vistkerfi sem þú ert alltaf að upplifa bara beint með höndunum. Og það er alveg ótrúlega magnað. Af því að veruleikinn fyrir barni er ekki eins og veruleikinn fyrir okkur. Fyrir 3 eða 4 ára þá er landslag ekki bara bakgrunnur eða veggfóður, það er einhvers konar miðill. Það er eitthvað sem að þú upplifir og skynjar á allt öðrum forsendum heldur en fullorðnir. Börn sjá og skynja til dæmis rými allt öðruvísi en ég. Þannig að ég fer með út í skóg og
það sem að mér finnst vera nokkrar greinar, það er fyrir þeim herbergi. Og þau fara inn á milli, inn í einhver rjóður og upp og niður og þau búa sér til svæði og þau búa það ekki bara til með því að móta efnið í kringum sig, heldur búa það til inn í hugunum á sér og með ímyndunaraflinu og með sögunum sem við segjum og það er svo mörg lög af skynjun og upplifun sem að við fullorðna fólkið erum ekki endilega vön að sjá. Og þú nærð því ekki fram nema að fara með börnum á það. Þú getur ekki bara sagt þeim sögu skóginn eða sýnt þeim myndir af skóginnum. Þau verða að fá að upplifa það til þess að raungera það. Og þessar tilvitnanir í Rob McFarlane eru úr bók sem ég ætla að tala meira á eftir, sem heitir Landmarks og ganga það bókin gekk út af það að kortleggja það út í tungumálið. Hún fór í það sem að safna orðum sem að lýsa landslægi. Ég ætla að ræða aðeins betur það á eftir þegar við komum í tungumálasvitan af þessu. En til dæmis þetta að það er ekki hægt að kortleggja skóginn. Hvert skipti sem ég kemur upp í hans skóg, ég er búin að gera það mörg hundruð sinnum núna, fara upp í skóg að hópa börnum. Hvert einasta skipti er ég að koma á nýjan stað af því að landslagið breytist, það er annað veður, það er snjór, það er rigning, það er trén eru búin að vaxa og svo framvegis, en börnin líka koma sem nýr hópur og þau búa til nýjan veruleika inn á þessu svæði í hvert einasta skipti. Og það er eitthvað sem maður þarf að stilla sig inn á að sjá, en þegar maður fer að sjá það, þá er þetta í rauninni nýr staður hvert einasta skipti sem það kemur og möguleikarnir eru óþrjóðandi. Þannig að við verðum aldrei leið á að vera þarna. Útingenslan á að stuðla heilstæðu þroskaferli sem styrkir þrautseigju, sjálfstæði og sköpun og eitthvað er það félagsverkefni málþroska og tilfinningaþroska. Sem ég endur að vera að bæta við þetta er lýðræði. Þegar ég hef ákveðin að sýna á hvernig ætti að kenna lýðræði, það er þáttur í aðalnámsskóla og leikskóla að kenna lýðræði en það er ekki voðalega skýrt hvernig á að gera það. Og þegar þetta kom fyrst inn, þá var ég að vinna í leikskóla og það voru einhvern veginn allir á því að það að kenna lýðræði, það væri að leyfa krökkunum að kjósa allt. Og það endaði bara eiginlega aldrei vel. Krakkarnir fengu einhverja valkosti sem þeir átti að kjósa og þeir fannst það ekkert gaman og ekkert áhugavert og ef einhver kaus eitthvað þá fylgdu bara allir hinir á eftir. Ef einhver vildi pizza í matinn, þá fylgdu bara allir pizza í matinn. En ég held að lýðræði gangi út á eitthvað aðeins meira en bara það að kjósa. Það gangi út á það að við getum tekið ákvarðanir saman sem hópur og það er ekki hægt bara að stilla upp einhverjum valkostum. Þú verður að eiga einhverja samræðu. Af því að þegar þú átt einhverja samræðu, þá verða til miklu fleiri valkostir. Í staðinn fyrir að stilla upp valkosti A og valkosti B, getur átt einhverja samræðu og þá koma upp nýjir möguleikar og málamiðlanir og hugmyndir sem voru ekkert í boði til að byrja með. Þannig að ég fór að skoða hvernig væri hægt að kenna lýðræði og sem ég rataði á endanum niður á var auðvitað bara klassíkinn sem það er menntaheimspekingurinn John Dewey og hann talar að við þurfum að vera það sem hann kallar interdependent. Það er að segja við getum kennt börnum að vera sjálfstæð. Það er ágætt út af því sem viljum vera sjálfstæði, við viljum geta gert hluti sjálf. Við getum líka kennt börnum að vera
dependent eða ósjálfstæð. Þau þurfi á einhverjum öðrum að halda, sem ekkert voðalega skemmtilegt. En ef við ætlum að kenna börnum lýðræði og ákveðin lýðræðisleg gildi, þá þurfum við að komast á einhvern stað þar sem að við í rauninni erum ekki sjálfbær allt eða sjálfstæð að öllu leyti, að við getum ekki gert allt sem okkur langar til, heldur erum við gagnvirkt svona innbyrðis háð sem hópur eða interdependent. Þetta er svona orðaleik þarna. Og það þetta svona interdependence, að vera gagnvirkt háð hvort öðru, þar byrjum við að móta þessa tilfinningu að við þurfum að hvort öðru að halda og við þurfum að vinna saman til þess að ná þeim markmiðum sem að við viljum ná. Það verður til þessi grunngildi að lýðræði. Þegar það sem við kennum í leikskóla, það er ekki einhver svona tæknilegir hlutir, einhver svona bein þekking. Það er það sem hverfur. En þú ert að móta gildi, þú ert að móta ákveðin karakter. Og í skóginum, þá erum við í ögrandi umhverfi. Við erum í umhverfi sem að reynir stöðugt á okkur. Og verkefnin sem við finnum okkur, það er oft verkefni sem við ráðum ekki alveg við sjálf. Og þá reynir ég að leiða börnin í gegnum það að hjálpast að finna út hvernig þau ætla að leysa verkefni saman, án þess að ég hjálpi þeim. Þegar ég vil ekki að þau séu háð mér, ég vil að þau séu gagnvirkt háð innbyrðis sem hópur. Og eitt af því sem maður reynir alveg rosalega mikið á er til dæmis bara það að labba í röð. Við höldum í band og löpum saman í röð. Það var til einfaldlega því að þegar við höldum ekki í band þá vill dreifast svo mikið úr hópnum og það var ekki hægt að tryggja öryggi barnanna ef að einhver er komin langt á undan og einhver er langt fyrir aftan. En það eru svakalegar málamiðlanir og félagsmótin bara í því til dæmis að halda í röð, eða halda í band. Það þurfa einhvern veginn að labba saman sem hópstur, þurfa að ákveða hver á að leiða hvern og hver á að vera fremst og hver á að vera í miðjunni og svo framvegis. Svakalega mikið svona félagslegt að gerast bara við það að fara í þessa röð. En svo líka aðeins aftur á bak. Hlutir þess að þetta. Þú finnur risastóra spýtu sem þú getur ekki lyftið og þú ætlar að gera eitthvað við hana. Þú ætlar að búa til hús eða nota hana sem stiga eða hvað sem þetta í hug. Þetta er alltaf að gerast. Þau finna sér eitthvað sem að þau geta ekki gert sjálf. Það segir spurðu vinið þína hvort þau vilja ekki hjálpa þér. Þá fara þau að ræða saman. Hvernig eigum við að gera þetta? Hver ætlar að vera með? Og einhverju finnst þetta erfitt og einhverju vill ekki vera með þeim. En þau virkilega tala saman og reyna að finna lausnir á verkefnum þegar þú hvetur þau aðeins og geta gert eitthvað saman sem þau geta ekki gert sem einstaklingar. Það er rosalega merkilegt skref og er stöðugt að gerast. Í leikskólanum er verið að vinna með vináttuverkefni Blæ sem er verkefni til þess að byggja upp ákveðin gildi og sjónarhorn til að koma í veg fyrir einelti. Blæ kemur stundum við út í skó. Þessi bánsi hérna í bakpokanum. Það þarf að passa upp á hann þegar það er veður, setja á hann húfu og hann þarf að vera í vesti líka og það kemur stundum smá snjókoma á hann. Í útikennslu hafa börn tækifæri til þess að takast á við viðeigandi áhættu með stuðningi og í samræmi við eigin getu. Börn geta meitt sig og þau eiga alltaf til að koma sér í aðstæður þar sem þau geta meitt sig. En börn þurfa samt að hafa frelsi til þess að mega meða sig. Og ég held til dæmis að börn þurfi að klifra. Ég held að það sé bara náttúruleg og eðlileg þörf hjá börnum að klifra. Ég veit ekki hvort það bara komið frá því við vorum apar eða hvað það er, en öll börn klifra þegar þau hafa tækifæri til þess.
og þau geta dottið og neitt sig, en sem að ég legg áherslu á út í kennslunni að leyfa þeim að klifra en hvetja þau til þess að hugsa fyrst og fremst, hvernig ætla ég að komast niður? Eru aðstæður góðar? Eru klettarnir sleipir eða eru þeir þurrir? Og fá þau til þess að hugsa og meta sína eigin færni þannig að þau séu að fást við verkefni sem þau ráða við. Þannig í staðinn fyrir að ég sé alltaf að segja stopp, ekki fara þarna, ekki gera þetta, að þau stoppi og hugsi það sjálf, er þetta viðeigandi verkefni. Og það á við allt annað þar sem að geti kallast áhætta, eins og þegar þau eru með hnífinn, að fá þau til þess að hugsa ef ég notar oddinn á hnífnum, getur hann skotist í fótinn á mér, eða er ég að tálka frá mér þar sem að hann getur ekki skotist neitt í neitt hættulegt, er einhver nálægt mér. Fá börnin til þess að hugsa og meta rýmið í kringum sig og forsendur þess að þau geti neitt sig. Það er eilífðarverkefni, en það er það sem að þarf að byggja upp til þess að börnin geti leikið sér á öruggan hátt. Og ég held að það sé ákjósanlegri leið heldur en að reyna að stoppa þig af í því að gera eitthvað sem að geti kallast hættulegt, af því að þau þurfa svo rosalega á þess að halda. Og einn kostur við skóginn er að það eru verkefni eins og til dæmis í að klifra og hreyfa sig við hæfi allra. Þannig að ef þú ert rosalega góður í að klifra, þá klifrar þú bara upp í hæsta tré. Ef þú kemst ekki þangað, þá er alltaf aðeins minna tré eða aðeins minni steinn eða eitthvað sem þú ræður við. Og ef leið þú ert orðinn betri, þá er alltaf næsta áskorun, bara rétt handan við hornið. Þannig að umhverfið býður upp á það að þú hafir stöðugt eitthvað sem að ögrar þér, stöðugt eitthvað áskorun, og það er annað heldur en til dæmis á venjulegum leikvelli, þar sem að þú hefur eitt sett af leiktækjum og leið það er orðið leiðilegt að lappa upp stigann og fara í rennubrautina, þá reynir það að klifra upp ykkur aðvarleik og leið það er orðið leiðilegt, þá er leikvellinu bara búinn. Þannig að skógurinn hefur alltaf ögrandi verkefni og nýjar áskoranir. Í útikennslunni er námið leitt af börnunum og þeirra forvitni og sköpunarþörf. Þannig að ég til dæmis reyni að hefði mig dálítið í því að leggja fyrir einhver verkefni. Ég vil að börnin komi inn í umhverfið og búi til sinn eigin leik á sínum forsendum. Þannig að í staðinn fyrir að ég segi nú ætlum við að gera þetta og kem með efniviðið eða eitthvað hannig, þá fara börnin einfaldlega, finna sér einhverja grein eða einhverja spýtu, sjá eitthvað út úr því og hugsanlega koma það til mín og biðja mig að hjálpa sér við eitthvað, eins og þegar við byggum til þessa dúkku, þá var einhver búinn að sjá dúkku út úr þessari spýtu og ég hjálpaði til að binda þennan hnút, en barnið er leiðandi í því að sjá eitthvað út úr efniviðnum, búa eitthvað til úr því. Og svona opinn leikur, hann felur í sér miklu meiri sköpun og miklu meiri áskoranir fyrir barnið og miklu meiri samskipti við umhverfið sem við erum að leika okkur í. Þannig að það samtvinnast allt saman og býr til miklu skemmtilegri og betri reynslu af útiverðinni. Svo förum við í orðin. Það er annað í aðalnámskrá að við eigum að vera að kenna læsi og hluta því að læra læsi, það er þetta bara að hafa ákveðin orðaforða. En ég held að það að læra orð sé miklu meira en bara það að læra orð.
þar sem þeim var bannað að tala sitt eigið tungumál, þannig að tungumálið þeirra dó eiginlega út. En hún skrifar mjög skemmtilega ritgerð það að einhverjum tímapunkti þá voru 6 manneskjur í heiminum sem töluðu þetta tungumál og það var svona ákveðin vakning og ákveðið að reyna að endurvekja það, þannig að allir fóru að reyna að læra og hún fer sjálf og reynir að læra Potawatomi. Og hún kemst að því að tungumálið meikar ekkert sens. Það sem hún hélt að væru augljóslega nafnorð voru lýsingarorð og sagnorð og henni fannst bara tungumálið ekki meika neitt sens. Þegar hún fór að hugsa hvernig sá þetta fólk heiminn? Af hverju fjall? Af hverju ætti það að vera sagnorð frekar en nafnorð? Eða fjörður? Eða á? Og hún fór að reyna að púsla þessu saman, sér að þetta fólk sem talaði þetta tungumál að hafði aðra sína heiminn, það stundaði andatrú, það trúði því að hlutir í náttúrunni væru lifandi, að þeir hefði einhvers konar samskipti við okkur og þau sáu heiminn í einhvers konar flæði, það að segja fjall ekki bara fjall, heldur það í einhvers konar flæði og samskiptum og þessu interdependence, svona gagnvirku tengslum við alla aðra hluti. Og þetta er rauninni grunnurinn að vistfræði. Vistfræði gengur út af það að kortleggja þessi gagnvirku tengsl í náttúrunni. Og tungumálið bjó til einhvern veginn öðruvísi sýn á veruleikann heldur en henni fannst vera mögulegt að tjá eða einu sinni hugsa á ensku. Og það eru margir sem að læra nýtt tungumál sem að segja þetta. Ég finnst ég sjálfur geta hugsað aðra hluti á ensku heldur en á íslensku og ég hef heyrt frá fólki sem að tala til dæmis kínversku að stundum þurfa þeir bara að skipta yfir í kínversku af því að það sé ekki hægt að hugsa sömu hluti á kínversku og íslensku. Þegar ég fer með börnin út í skóla þá reyni ég að leggja einu orð og það er rosalega merkilegt að þegar ég segja þeim að hérna er blóm sem að heitir eitthvað, mallumall og ég segja já, frábært og við förum að skoða mallumallinn og síðan höldum við áfram. Næst, við förum út í skóla eftir eina viku þá sjáum við mallumall út allt. Þeir eru bara allstaðar. Og svo leggjum við nýtt orð. Við værum að þetta blóm heitir hófsóli. Þá eru hófsólulegar út allt. Af því að þegar þú þekkir ekki orðin, þá sér ekki hlutina. Þeir eru bara svona að renna saman í eitthvað landslag. Ég hugsa alltaf Jón Gnarr. Ef einhver er að minni kynnslu þá man hann eftir vídeóspólunni, ég var einu sinni nörd sem var svona eina uppistandið sem allir horfðu á og oft á vídeóspólu. Þá sagði hann ætlaði hann að fara að keyra hringinn í kringum Esjuna og enda svo á að keyra hringinn í kringum landið og segir Esjan nær allan hringinn. Og ég held að ég tengi rosalega mikið það þegar ég var að keyra sem krakki þegar þess bara allt er að sama fjallið. En þetta er þannig þegar við komum út í landslag eða eitthvað svæði þá rennum við alltaf saman þangað til við lærum að aðgreina það. Og hluta því að læra að aðgreina það er að hafa orðin til þess, tungumálið til að tjá það. Leiðum við yfir orðin þá byrjar að sjá eitthvað nýtt, þú byrjar að sjá það út allt. Og það sem var einu sinni einhvers konar móða af hlutum sem að renna dálítið saman, það byrjar að poppa upp alls konar hlutir sem þú sást ekkert að þér og þú byrjar að hafa miklu meiri dýpt og miklu meiri svona,
fleiri sjónarhorn, miklu svona alls konar skynjun sem það hafði ekki áður. Og það til talsverðar rannsóknir á því að hvaða tungumál við tölum, hvaða orðaforða við höfum og svo framvegis, það hefur áhrif á það hvernig þú skynjar veruleikann í kringum þig. Og það að leggja inn orð, við getum lagt inn nöfn á jurtum, dýrum, getum notað landslagsorð, hól, hæð, hóll, hæð, holt, við getum notað örnefni, við getum notað veðurorð og að vera að leggja inn þessi orð, dýpka orðaforðan, það breytir ekki bara því hvað börnin geta tjáð sig sagt, það breytir líka því hvernig þau skynja veruleikann í kringum sig. Sem er bara gífurlega stór hlutur til þess að vera að reyna að hafa áhrif á. En ef þú breytir einhverju í því hvernig fólk skynjar veruleikann í kringum sig, þá er það breytir þetta lífinu. Og svo er það þetta að skiptir rosalega miklu máli þegar börn eru að skoða umhverfið og uppgötva eitthvað að þeir hafa eitthvað með sér sem að þau geta sýnt og sér það líka. Þannig að það að viðhalda þessari undrunartilfinningu sem að öll börn hafa og þarftu félagskap einhvers fullorðins sem getur deilt tilfinningunni með þér. Þannig að það sé einhver fullorðinn með þegar börn fara að skoða, getur sagt, vá, þetta er ótrúlega flott, ótrúlega magnað og leitt síðan í að skoða eitthvað betur og framvegis það skiptir líka máli. Og að skoða litla hluti getur verið alveg gaman að skoða stóra hluti. Þannig að þú fer með stækkunargler að skoða mosa eða grafið orma eða hvað sem það er, þá er það alveg jafngilt því að skoða stóra hluti. Seinna tilvitnunin er í Rachel Carson í rosalega fallega bók sem heitir The Sense of Wonder. Rachel Carson fræðist fyrir að hafa startað umhverfisverndarhreyfingunni í Bandaríkjunum, bókinni Landi fólksins þagna. Hún skrifaði líka bók upplifun barna á náttúrunni sem heitir Sense of Wonder. Henni láðist því miður ekki að klára, hún lést frá henni. Henni er rosalega falleg bók. Og við segjum sögur. Við höfum þarna svona sögulaut, stundum segjum sögur, stundum lesum við sögur og sögur er svo aftur enn eitt svona lag af því hvernig við skynjum veruleikann. Að hafa orð yfir eitthvað, það gefur mér ákveðið svona nýjar forsendur til þess að skynja veruleikann í kringum mig. Þegar það er til sögur af því, þá býr það til svona enn eitt lag af því hvernig skynjun mín er mótuð. Þannig að ég veit nafnið á fjallinu þarna, þá sé ég eitthvað nýtt. Ef ég þekki söguna tröllið sem að bjóða upp í fjallinu þarna og eða bara söguna því þegar pabbi lappaði upp á tindinn eða söguna því þegar einhver týndist í smalamennsku þarna, allar þessar sögur er búa til nýjar forsendur til þess að skynja og sjá og upplifa umhverfið í kringum okkur. Þannig að það að segja sögur, það er bara það að segja sögur. Það er að móta veruleikann sem við búum í. Við erum með smá aðstöðu upp í skógi, sem er ekkert rosalega skemmtileg. Við erum með klósett, svona húsbílaklósett þarna inn í verkfæraskúr. Það getur verið dálítið kalt að fara að pissa, en það var svona dálítið forsenda fyrir því að við gætum verið þarna. En það er vissulega útileikskólar í Skandinavíu sem að hafa ennþá minni aðstöðu, sem það er bara hola í jörðina. En við erum svona vonað að við fáum einhver skemmtilegri skúr
tíman. Það er hjálp frá bænum og öðrum sem er að nýta svæðið, skátum og grunnskóla og svo framvegis. Og þarna sést grillið. Við erum líka með bara fá yfir frá svona stóran pott og fáum bara heitan mat úr eldhúsinu í grunnskólanum. Það er bara að borða sama á rauninni og sama á leikskólanum, því eldhúsinu í leikskólanum. Og það var það sem ég ætlaði að segja. Það er einhverja spurningar. Bara, ég veist ekki að gaman að heyra og þú ert búin að setja svona fræðileg heiti á allt sem ég er að vinna í, sem ég er að telja sjálfur trúum og sé rétt að gera. Já. Og það er bara að ég er ekki nóg kafin að bæta það. Það er bara ótrúlega gaman að heyra það í orði. Já. Það sem maður er að berjast fyrir. Það er gaman. Ég sagði það um þessari bók, hún er rosalega skemmtileg, hún er rosalega falleg líka. Hún er eftir Rob McFarlane, samanskrifaði Landmarks og er einmitt týndu orðin. Og það sem sagt gerðist einhvern tímann að það er gefin barna orðabók í Bretlandi, Oxford gefur út. Og hún inniheldur alltaf nákvæmlega 10.000 orð. Og einhvern tímann þá tekur einhver eftir því að það er búið að taka út fullt af orðum náttúruna. Og það er búið að setja einu orð í staðinn sem eru úr oft orðum tækni eða tölvur eða eitthvað þannig. Það taka sér nokkrir fræðimenn saman og skrifa bréf og segja að af hverju þetta er gert og það er svarað að þetta er bara orð sem er líka að börn fletti upp og það hefur meira með veruleika barna í dag að gera heldur en þessi gömlu náttúruorð sem er á vissu leyti alveg rétt, mjög líklega rétt skoðun, en þá einmitt fer Rob McFarlane að skrifa að þetta gengur ekki bara út á að orðin. Þegar þú tekur orðin í burtu þá ertu að taka burtu þessar forsendur til þess að skilja og sjá og túlka náttúruna á nýjan hátt. Og hann endar með að skrifa þessa bók, The Lost Words, sem er ljóðabók, sem skrifaði ljóð hvert af orðunum sem var tekið í burtu. Orð eins og Heron, sem er hægri. Hún er ótrúlega fallega myndskreytt. Þetta er bara eina af mínum allra uppáhaldsbókum. Því að hugsunin bak við hana vera svo falleg að bjarga týndu orðunum svo við getum haldið áfram að sjá og skynja og túlka veruleikann í kringum okkur á þeim forsendum sem að þau gefa okkur. Það er ótrúlega áhugavert og þetta tengir maður maður hugsa sjálfur bara maður yngri og hvað er inn í útíðanum og umhverfi sem maður mótmaður meira en maður hefur hugsað Ja. og heppinn að hafa þetta í þessu. Þú komst aðeins inn á aðstöð, ég held að væri bara mjög mikilvægt að kalla þannig hóp saman sem er að líka skóla. Ég sé þetta mjög líka bara eins og bara vinnuskólan og það aðstöðu það og skólatinn, þannig að þetta er stór hópur sem er hægði að bæta aðstöðu. Ég er við í leikskólanum, þetta er Ásdís í grunnskólanum, þetta eru leikjanámskeið á sumrin, þetta eru skátarnir og svo eins og það væri alveg fínt fyrir leikskólakrakkana að hafa klósett þarna, ég er alveg viss um það.